Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í veiðitúr og erum byrjuð að róa. Og horfum í augu hans sem situr við stýrissaufina. Og hann ætlar að stýra bátnum okkar þangað sem hann vill sjálfur stýra honum. Við hlutustum ekki til verkslagið hans og höfum vist ekki neitt inn í það mál að leggja heldur. Þannig að við treystum honum fullkomlega. Og það er hluti kennslunnar að læra að treysta honum fullkomlega og þessi hann sem við erum að tala hér, ég held að þú velkist ekki vafa hver sá aðili að hann heitir Jesús. Hann er maðurinn, einstaklingurinn sem að vill þér það besta, annir af öllum huga og sér þig vegna þess að hann þekkir þig frá A til Ö og vegna þess að svo þá þarf hann ekki umsögn nokkurs manns hvort sem mig eða þig. Hann bara leggur okkur orð í munn, veit hver geta okkar og hæfileiki og nýtir það. Ég hef ekkert það mál að segja og gæti ekki kennt honum nokkra kennslu til að mynda hvar þú og þínir hæfileikar væru bestir og mestir og best nýttir. Gæti rennt í grun hverjir þeir væru og hvers kyns væri, en það er ekki víst að tilgáta mín og niðurstaða væri rétt. Þannig þetta eru mál sem við veltum ekki fyrir okkur og lærum með tímanum og lærum strax, það er betra, að bara treysta Drottni fyrir því að það sem hann geri sé rétt niðurstaða. Nógu oft og upp á nógu mörg skipbrot höfum við horft í eigin lífi að við erum búin að sjá eða ættum að vera farin að sjá að úr því að við höfum aðgang að þessum fullkomleika skulum við líka notfæra okkur hann og engar spurningar þannig sem spyrja hvort það sé óætt eða hvort það sé í lagi. Skulum bara trúa því að það sé í lagi. Þannig vill Drottinn fá að tala til okkar. Þannig vill hann fá að vinna með okkur og hann er því maðurinn í bátnum sem heldur stýrisveifina og allir vita að sá aðili, hann stýrir bátnum þangað sem hann vill stýra honum. Hann er sem sagt yfirmaður skipsins og við þekkjum sem skipstjóra skipsins og þannig bara það með þessa ágætu skipstjóra að það sem þeir segja, menn deili ekki við það. Þeir bara treysta sínu skipstjóra og þetta er mjög merkileg hugsunin skipstjóran, hvernig hann er hann er í raun og veru alls ráðandi borð. En auðvitað gerum við þá kröfu til hans eins og annara að hann sé sanngjarn í sínum dómum og umfram allt að hann meti aðstæður og kringumstæður rétt. Og margir af þessu skipstjórum eru býsna lungni við að ná fram réttri niðurstöðu. Það er mín reynsla af þessu. Og þetta eru samt menn. En við erum hér að tala fullkomleikan sjálfan, Jesú Krist, sem við getum treyst alveg 100% að ferðin sem við hófum, að hún muni skila okkur ekki bara að landi aftur, heldur reynslunni ríkari og sumt orðnir uppvísari. Og það er tilgangurinn, að við séum uppvísari. Og þess vegna líka er hvatningin sama að leggja stund á það sem er betra. Og það er ekkert betra en sem sagt eftirfylgnin við Jesú Krist. Hún er það besta sem við eigum. Hún er það besta sem við getum boðið upp á. Ef þú vilt bjóða upp á eitthvað annað sem þú telur betra, já, það er bara vegna þess að þú telur það betra. Þó að þú teljir eitthvað betra, eða ég, er ekki þar með sagt að það sé virkt og virki sem það besta.
Við erum ekki að boða neitt af okkur sjálfum. Við erum að boða hann sem Biblían talar að hafi dáið á krossi og risið upp frá dauðum. Og hver annar hefur risið upp frá dauðum? Hann var fyrstur, hann frumgróði allarar upprisu. Og vera að menn hafi risið upp frá dauðum síðan, það getur alveg vel verið, að Kristur hann setti nú líf í eitthvað af fólki sem hann var að umgangast. Var það ekki ykkur 12 ára stúlka sem foreldrarnir höfðu mist, en drottinn kallaði líf í aftur og hún reis upp og foreldrarnir fengu sína yndislegu dóttir tilbaka. Auðvitað mikil gleði efni, þarna drottinn kominn að verki og hann byrjaður að sýna hver hann sé og hvað í honum búi. Við sjáum fleiri dæmi þetta í Biblíunni og í Nýja testamentinu og þekktasta myndin auðvitað og líklega myndin sem dregin upp á Lasarusi. Lasarus kom fram og þessi einstaklingur hafði legið í gröfinni í nokkra daga, 2-3 daga og líkami hans var farin að rotna. Svo langt var nú það gengið. En þarna sýnir drottinn honum ekkert megn og þessi maður kom bara eins og hann var og lifði með þeim, ég veit ekki hvað lengi, en það segir nú frá því að heiftin þetta í kring var svo mikil að þeir sem lögðu fæð á Jesú og sátu líf hans sumir vildu á einhvern tímapunkti taka Lasarus að lífi aftur vegna þess að upprisa hans og líf sem kviknaði með honum aftur bara einhvern veginn ruglaði allir rýminu. Þetta var náttúrulega mjög umtalað verk og það eðlilegt, það ekki á hverjum degi sem fólk að rísa frá dauðum. En svona verk í augum drottins eru bara ekkert sérstök. En að veit það að vegna geturleysis okkar þá verða þau alveg sérstök þegar þetta gerist. En þetta var nú samt mikil heift þarna í gangi að það kemur nú fram á einu stað þegar á einnig vilja lífláta Lasarus. Hugsaðu ykkur illskuna sem í gangi og hugsaðu ykkur þvæluna sem í gangi og hvað gerist þegar menn sjá ekki annan að þeir sé að missa allt út úr höndunum á sér. Það getur verið talsvert mikið verk og talsvert mikil vinna að koma betra skipulagi á. Og hver í dag efast það að sem til þekkir að það sem Kristur gerði hafa annað en verið betra skipulagi því gamla skipulagi. Við erum alveg sannfærð það en við vitum auðvitað að það hataramur, höturum mótstaða alveg svo var á tímum drottins sem enn ein undirstrikun þess að það sem hann að segja sannleikur. Því að við sem núna erum þetta kristna fólk erum það og sjáum hlutina með augum drottins og við segjum þetta betra. Sá sem ekki á til trú, hann segir þetta verra, við þurfum að losa okkur við þetta, við þurfum að drepa Lasarus sem risinn upp frá dauðum. Þannig þetta og hefur alltaf verið þannig að það hefur ekkert breyst. Og að því við vitum að ekkert hefur breyst, sjáum við að boðunin þarf að ganga fram. Og ef þú vilt ekki boða eða ég, hver ætlar þá að boða? Vantrúin, hvað ætlar hún að boða? Líklegt að hún boði það sem hún þekkir ekki? Ég held ekki. Þess vegna sitjum við ekki á trú okkar, við keyrum í axlirnar og gerum það sem við þurfum og boðum. Vegna þess að það það sem drottinn vill að við gerum, hann vill að við boðum. Hann vill að við segjum að því við eigum. Við eigum trú og hann uppálegur okkur það að boða, en hann við stjórnvölinn. Við erum ennþá að róa. Við horfum enn í augun á lifandi Guði, lifandi Jesú, sem við sjáum að að stýra bátnum. Og við erum orðin það þroskuð í trúnni okkar að okkur dettur ekki til hugar að leggja honum línurnar en ég segja honum stefnuna. Því við vitum að enginn betur en hann veit hana. Og svo stoppar hann á einhverjum stað
og við rennum út færunum og það kemur góður afli. Af því við vitum að hann leiddi okkur á þennan stað og þetta er vinnuaðferðin í honum. Og hann segir, treystu mér. Og þá mun allt fara vel. Þetta er boðskapur sem við heyrum. Við heyrum oft og er réttur boðskapur. En hve mörg af okkur tökum við honum? Já, þú segir, ég tek við honum. Við tökum við honum. En það er ekki alltaf svo að við séum neitt að taka við honum. Þegar trúin, vantrúin, er svo nálægt okkur. Efi sem kemur, og við þekkjum öll efan, er angi af beinni vantrú. Og hvernig ætlum við að slást við hana og sigra hana? Við gerum það einverðingu með því að rækta samfélagi við Drottin og styrkja stöðurnar, undirstöðurnar, sem segja við mig, sem trúaðan mann, það er best að treysta Guði. En við þetta hygg ég, að við þurfum endalaust að glíma, að slást við. Ég held við munum aldrei sleppa við að slást við þetta, vegna þess að þessi vanmáttun minn, hvort sem er líka vel eða illa við hann, þá er hann þarna. Og hann segir mér svo margt, af því það kemur svo margt upp í minn huga. Ég er ekkert einn um það að margt komi upp í minn huga. Ég held að þú sért nákvæmlega eins, en ég veit ekkert hversu fús þú ert að viðurkenna þetta. En Drottinn segir, treysti mér og ég mun láta verkin ykkar enda vel. Og það verð ég nú að segja, Drottni til hrós, að það sem ég hef tekið mig fyrir hendur, það hefur nú farið vel. Og farið vel eftir að ég tók trú. Kannski fóru þau ekki alltaf vel, þessi verk, þó ég geti nú kannski sagt flest af þeim að þau fóru vel. En eftir að Kristur kemur til skjalanna, að þá hefur ekkert af þeim klikkað. Er þetta ekki svolítið stórt að segja? Ég er ekki að benda á sjálfa mig, ég er að benda á leiðsögn Drottins inn í þessi verk og hinn, þannig ég gef Guði alla dýrð. Því ég dáinn sjálfum mér og ég vil að þetta sé með þessum hætti, að því ég veit að þetta er besta leiðin. Ég og við öll viljum ekki að verk klúðrist hjá okkur og við erum hér að benda á leið sem kemur í veg fyrir að verk klúðrist. Og þetta er trúin með Jesús, gangan með Jesús. Hún er núna og við erum að fræðast þessa göngu vegna þess að við viljum í kærleika okkar, í kærleika lifandi Guð, benda fólki á það sem er best. Já, við erum enn að róa. Við horfum enn í augun á lifandi Guði sem heldur stýrisveifina. Og hann bara stýrir. Og ég er ræ. Ég er glaður með það að vera bara þetta verkfæri sem heldur árinu og beitir henni. Og ég veit að ég mun fá fullan afrakstur af þessu verki mínu. Því ég veit að hann sem er við stjórnvölinn mun sjá til þess að ávöxtur sé af því sem við erum að gera, bæði ég og allir hinnir sem eru með mér í þessari ferð. Hvað eru þeir margir? Drottinn teldu þetta fólk. Hann segir 100. Þannig að þetta er þá nokkuð stór bátur, skal ég segja þér. En við vitum að bátar og skip eru á öllum stærðum. Þannig að við erum að róa svolítið svona öflugu fari. En við erum þá mörgum árarnar, þannig að verkið er alveg feiki létt og báturinn með öllu þessu fólki að róa hlýtur að ná alveg svakalegum hraða. En það er nú kannski ekkert endilega markmið að ná okkur svakalegum hraða, heldur að vera með Drottni, leyfa honum að vera Drottinn og ég er sem sagt bara þiggjandi. Já, uppundir já, er þiggjandi. Því að mín verk sem að ég er að vinna, þarna borða hvar sem eru að hans undirlagi. Hann setti mig í þetta verk og segir að mér hvernig ég eigi að gera. Og hann sagði mér að róa. Og ég ræði mig 1 ár, að þau eru svo mörg, svo annar á sömu þóftu og hann er að róa með mér. Og við, af því að við erum samstilltir menn, samstillt fólk, þá róum við í takt. Þannig að þessa 99 ára síðan það bara fara saman í sjóinn. 1, 2, eins og 1 ár. Af því að samstillingin er algjör. Og það er líka þetta sem við viljum, og Drottinn vill að við gerum,
að þessi samstilling náist. Hún sé hluti af okkur, partur af okkur. Eining, það heitir líka eining. Þetta er allt saman vilt og gott og eitthvað sem við þurfum að stilla saman, en við þurfum að stilla þetta saman. Ef við gerum ekkert í málinu, þá erum við bara tvist og bast í þessu. Einn að róa í austur og einn að róa í vestur. Og báturinn fyrir bara að hringi, það er ekkert að gerast. Svo þurfum við orðin þreytt og við þurfum að ætlum að renna færi og þá erum við á sama staði við vorum þegar við lögðum í hann. Því sem að það er ekkert vit. En þetta gerist ekki að því að hann í skutt myndi aldrei ljá máls á að þessi hringlandi kæmi yfir höfuð upp. Hann er skipuleggjandinn besti. Og að því að við virðum hann, allir í virðingu, þá er nóg fyrir hann að benda bara og segja orð og við tökum við þessum orðum og já, erum bara sátt við að hann talaði. Og við sjáum og heyrum og hlustum á speki í hverju orði sem hann er að tala. Það kann að vera að þú hlustir á speki af mínum vörum. En það er bara stundum. Það er ekki alveg gegnum gangandi alltaf. Það væri auðvitað best að það væri þannig. En ef þú hlustar á Krist þá ertu alltaf að hlusta á gegnum gangandi speki því að hvert orð hans er hlaðið innihaldi. Þannig að við sjáum að yfirbörðir hans eru algjörir yfir mér og þér. Algjörir og verður aldrei neitt nema algjörir yfirbörðir. Og svo spyr maður sig klassískra spurninga, er það þetta sem við viljum? Ég held að það sé bara engin spurningu það að svo sé. En stundum erum við þessi þvergirðingur upp á kantu allt og alla. Hvernig á annað en að klúðrast mál þar sem slíkt er uppi? Hvernig á annað að gerast en að mál klúðurist ef að hver hönd, tölum ekki það, sé upp á móti hverri annari? Hvernig eiga þá mál annað en að klúðrast? Hvernig getur til að mynda starf annað en dáið þar sem slíkt er uppi? Hver veit það? Enginn. Því ég fullyrði það. Það var góður ásetningur með öll þessi störf sem að startaði að verið. Mjög góður ásetningur og maður jafnvel með sín fram í tíman eins og eiga eigir. Þannig einhver staðar þá byrjaði einhvað sem að einhverju fór að segja hann eiginlega nennti þessu ekki lengur og þannig byrjar þetta oft. Einhver nennir þessu ekki lengur og hann fyrir að draga sig til hliðar. En er kannski upp undir það að vera lykilmaður verksins, kannski drifkrafturinn til að byrja með þetta komst á legg. En svo er hann farinn, segjum það er svona byrjar að draga sig út og án þess að nokkur hafi beðið það, drottinn sjálfur hafi neitt farið fram á það. Og þá bara sogast ákveðin kraftur úr. Hvar það endar, það bara er ekki nokkulega að reikna út. Það geti endað með því að þetta lognist allt út af. En það er ekki vilji Guðs, það hef ég séð að verk sem hann hefur hafið lognist út af. Hann vill að þetta sem hann er að gera í sér langan lífdag. Og það gerist með því að því þú ert iðjusöm manneskja með vilja Guðs í þér og þráir að gera vilja Guðs og gerir vilja Guðs. En ert ekki bara sprettur manneskja sem leipur á milli mastra og bara stangar fellugur á milli og liggur í bara meðvundalaus eftir. Það getur vel verið að skipstjórinn sem er þá ekki mjög kær mannskapni segir þannig er þú allavega einn sem sýnir áhuga. En þetta átti að hafa verið sagt einhvern harðjaxl og togara, þeir voru svo harðir þessi togarjaxlar að sagt var. Að hann var svona uppundir það að vera áhugasamur en var bara að ganga í augunum á kallinum. Hann var svona sprettarður, hann hljóp alveg eins og druslan dró og náttúrulega rak hausinn í fellögu, það er svona stykki sem voru sett upp á, eða hjól á þessu fellögu, það heitir fellögur, ég veit ekki hvað íslenska orðið er og hann bara náttúrulega lá eftir hvert greið og það segir nú ekkert hversu mikið slasaður á hana, það segir reyndar ekkert það hvort hann hafi slasast en örugglega hefur hann fengið gat á hausinn, eitthvað svona smá gat og hann hafi blætt eitthvað. En kallinn hann stingur hausnum út og segir svo yfir allan mannskap, þannig er þó allavega einn sem sýnir áhuga.
En ég held að þetta sé nú bara heimska. Það verður nú bara að segja og ég held að þú takir alveg undir það að þetta sé heimska. Við höfum ekki að ganga þannig fram á okkur að við séum stórslösuð eftir hvaða gagn í þeim. Það er ekki vilji Guðs og hann vinnur aldrei með mann þannig að hann hætti sér fram með ystu nöf. Það vil bara, hann gerir það sem drottinn er að segja vegna þess að hann mælir speki, hann mælir það sem er rétt. Þetta er það sem hann er alltaf að hamra á. Þið sjáu það, ef þið hlustið og eru sanngjörn, þá sjáu það að við erum alltaf að flytja sömu predikunina. Við erum alltaf að flytja sömu áreitninguna, sömu hvatninguna, því að við þurfum á hana að halda. Því að það er svo lítið, minn kæri vinur og kæra vinkona, sem breytist hjá okkur. Að það er alveg nóg að vera bara með þessi orðu uppi sem hvetja okkur. En við erum að segja ykkur sannleikann. Annað er með þá sem að segjast að ef maður segir bara lygina nóg oft og farir með hana trúinu, við blásum á þetta. Það getur vel verið að segja þetta sannfæra mennum lygi bara með því að segja hana nóg oft. Já, það er nú því miður hægt en ekkert í öllum tilvikum. Þess vegna þurfum við að framganga í sannleikanum. Við þurfum að vera fólki sem að fólk veit, aðrir vita að við erum að segja sannleikann. Við erum ekki að tala fleipur. Við erum að tala sannleikann. Við trúum sjálfur í sannleik á að þetta sé að ganga og þetta sé það besta. En við vitum hins vegar að það er ekki allir sem trúa því sem við erum að segja. Og við vitum að það er fólk sem að trúir engu, aldrei. Því heimurinn er fullur af efa og heimurinn er fullur af alls konar vonbrigðum og svona efasemdar hugsunum og röddum. Þetta er út allt. Þannig við sjáum að við getum ekkert verið þar. Við erum bara í okkar bát, við erum með okkar ár og hann er svo sem stýrir, við horfumstum í augu við hann, því hann snýr fram og við snúum aftur með okkar ár. Og við róum. Hann gefur bendingar. Við tökum taktfast á. Hvort sem árarnar eru 2 eða 100, þá tökum við taktfast á. Og þetta er bara mynd af söfnuðinum. Drottinn vill að þeir söfnuðir stilli sér saman að ein rödd berist upp til hans, hvort sem það er bænarödd eða verk sem verið er að gera, að þetta menn séu samhuga í því og þessi rödd hún getur stigið upp af höndum okkar þegar við erum samtaka í því sem við erum að gera, hún getur auðvitað stigið upp í bænin okkar þegar við erum samtaka bænina og biðja með þeim mætti sem drottinn vill að sé beðið. Það er ákveðin kerfi sem hann er með sem við þurfum að vita og kynna okkur og líka fara eftir. Það er best auðvitað að fara eftir úr því að við erum að kynna okkur það, því að við erum að kynna okkur verkið vegna þess að við viljum fara eftir því. Og það er bara mitt að sjá það og leyfa drottni að sjá það með mér því að hann heldur þessu öllu gangandi. Ef hann gerir þetta svona þá verður þetta allt saman virt og mér líður bara ágætlega af því að hafa þetta allt saman virt því að það er það sem ég vil því að ég vil að þetta sem ég er að gera að það standist kröfur. Hvers? Auðvitað hann sem ég er að vinna fyrir, Jesú Krist. Og ef það stenst hans kröfur þá get ég vita það og má vita það að það er gagn af því og það er mesta gagn af því. Það er ekki spurning það hvort sé gagn af, hann segir það er mesta gagn af því. Því ég er með í verkinu og ég sá til þess að þetta er gert eins og á að gera. Og þetta er það sem lærist. Þetta er það sem við stöndum á og eftir situr þegar allt er horfið frá okkur og búið að feikja þessu öllu burtu. Þá stendur þetta eftir því að þetta er kletturinn sem hreyfist ekki. Það er mynd af þessu til í Biblíunni sem er flóðið sem skall á. Fyrst að tala sand og svo að tala hús byggt á bjargi og það skall á þessu bjargi og við erum á þessu bjargi og við fórum hvergi. Og ekki bara það, heldur þegar flóðið hætti þá var allt heilt og eins og ekkert hefði gerst. Í staði fyrir í hinu tilvíkinu með húsi sem var byggt á sandi, það bara var farið. Hvar er það? Það vissi það einhver. Ef það var einhvað þá var það bara spýtnabrak allar fjörur, eitthvað svoleið. Það getur alveg farið þannig hjá okkur verkin og því miður alltaf ótt að fara þannig að það er bara spýtnabrak í slóðinni.
Það er vegna þess að einhvers staðar brast eitthvað, einhvers staðar klikkaði eitthvað, en ásetningur góður. Því get ég lofa að ásetningur var góður, en klúðraðist á einhverjum stað vegna ágreinings líklega í hópnum aðferðina. Akkur ágreiningur. Hvernig getur ágreiningur komið upp? Hann kemur upp vegna þess að við erum ekki lengur að hlusta á það sem að Drottinn hefur að segja. En ef við erum vakandi þá hlustum við eftir því sem hann segir og honum verður ekki tvísaga um neitt. Hann er viskan. Trúi ég því að hann sé viskan? Ég trúi því já. En hefur það verið í mínu tilviki þannig? Ég lít svo á já að það hefur verið í mínu lífi. En eins og ég hef oft sagt og þú getur alveg tekið undir með mér ef þú ert sanngjarn, að mér hefur farnast alveg ágætlega. En hvað þú sérð aftur á móti, ég bara get ekki spáðu neitt í það, en ég er að segja það sem er. Man hefur farnast alveg ágætlega. Því að það er svo erfitt fyrir manneskju að átta sig stundum á hvað fólk er að pæla. Og það er eitt af því sem maður lærir, og ég veit að þú gerir líka. Þú hættir að velta þessu fyrir þér. Þér nægir að Drottinn mæli með því sem þú ert að gera og hann mæli með þér sjálfum. Þá erum við komnir á góðan stað. Þá erum við komnir á þann stað að við vitum orðið hverju við erum í lífandi í Jesú nafni. Ég lofa þér því, og ég segi það fyrir sjálfan mig, að hversu oft hefur maður ekki þurft að vera með þessa vissu uppi. Það er bara allt of oft. Þegar mitt líf hefur auðvitað verið átaka mikið alveg svo þitt líf og ekkert átaka minna heldur en þitt líf og heldur ekkert átaka meira en þetta hefur verið átaka líf. Og alls konar komið að sem að jafnilega ráðist á þessi trúarverk sem að maður er að vinna, er það hægt. Því miður þá bara gerist það. Af hverju? Af hverju? Það er efi og það er vantrú í heiminum. Efi í heiminum og oft frá trúuðu fólki sem sér ekki að það sem þú ert að tala eða gera að segja standist orð Guðs. Af hverju? Þegar það er svo margar kennslur í gangi og stundum eru kennslurnar þannig að það er tala sitt hvað. Af hverju er það? Þegar það hefur orðið eitthvað til einhvers stað í þessum ágætu söfnum sem að gengur milli safnaða og í söfnuðan og bara viðheld staðar. Og það tekur tíma, Drottinn er auðvitað getur allt og við leyfum honum bara ráða. En svo byrjar hann að leiðrétta og þá verður menn bara aldeilis ekki sammála því. Þeir eru orðnir svo vanir hinnu. Þeir eru náttúrulega fyrir löngu síðan farnir að trúa því. En svo kemur eitthvað annað sem að heggur svolítið í þetta að því orðið leiðréttir sig alltaf. Það er nú kostur orðsins og styrkur að það mun alltaf leiðrétta sig. En ég og þú og við þurfum að vera komin með þannig þroska að við bara tökum þessum leiðréttingum. Við munnhöggumstum ekkert við þær, við fögnum þeim. Af því að við, hvort sem er ég að þú, ég veit það, viljum bara gera það sem er rétt. Og hvað er réttara en það að fara rétt með orð Guðs, vinna rétt samkvæmt orði Guðs og bókstaf lífandi Guðs, hvað er réttara en það? Þetta er það sem við viljum. Þess vegna eins og ég segi alltaf og ég hvet menn til þess að vera það, ég get ekki skipa neinum neitt, þú vilt það ekki þá bara gerir það ekki. Við verðum að vera ábyrgðar full sjálf gagnvart okkar eigin trú. Og þá leggjum við á okkur þá vinnu að við fyrst og fremst tökum orðið fram. Við lesum það, við stúdum það af því að okkur er gefin viska inn í þau mál. Og ég lofa þér því að það er engin annar öðrum vitrari þegar kemur að því að skilgreina orð Guðs. Þetta snýst ekkert um mig, þetta snýst um þann heilaga anda sem ég hef og hann er frá Guði. Og hann gerir sama fyrir okkur öll, hann útskýrir málin fyrir okkur. Þess vegna kemur hann fyrstur af öllu í lífi trúaðra manneskju. Við byrjum á því að fyllast heilugum anda, er það ekki rétt? Þarna höfum við aðra mynd í Biblíunni mjög góða. Hún er loftstofan.
þegar húsið fylltist anda Guðs og hver fékk sinn skammt af heilugum anda. Þá var þetta að gera meira. Þá gat drottni farið að tala það sem hann ætlaði að tala, því að þá voru skilyrðin komin til að skilja. Þau voru ekki fyrir hendi áður. Og Pétur, við þekkjum nú söguna, hann hélt þarna einhverja ræðu af svölum og við þessa ræðu frelsuðust 3000 manns. Það var andi Guðs í orðum Péturs í fyrsta skipti í sögunni, sem að svona óbreyttur maður fær heilagan anda og fer að tala. Þannig að þarna urðu mikil tímamót, mjög mikil tímamót og eftirtektarverð tímamót sem ekki bara breytti sumu, heldur breytti öllu í allri veröldinni. Veröldin eftir þetta verður aldrei söm. Og þarna kom upp ljósið sem fer að lýsa inn í þetta myrkur sem menn bara voru undir og höfðu ekkert ljós því að Kristur var ekki gefinn. En ljósið kemur í Kristi náttúrulega og gefst öllum þegar að sem sagt andinn er gefinn þarna í loftstofunni. Þannig að það er rosalega merkilegu kafli og kannski merkilegri en flest okkar gerum okkur grein fyrir. En þarna byrjaði þetta allt. Þarna kom lækningin inn fyrir mínar hendur og fyrir þínar hendur í Jesú nafni. Kristur læknaði. En svo yfirfærði hann kraft sinn yfir á mig og þig. Og við læknum. Og meira við fáum lækningu. Af sömu höndum með höndum trúaðra manna og orðum trúaðra manna og fyrir okkar eigin trú. Því að trú þín hefur læknað þig, segir Drottinn á einu stað og á nokkrum stöðum. Trú þín hefur læknað þig. Þannig að við þurfum að vita alla þessa hluti. Við þurfum að eiga þetta til í okkar ranni. Það er svo mikill styrkur í því. Og þetta er ekkert annað en bara af kærleika sem svona er talað. Því það er það sem við viljum. Við viljum að hver og ein manneskja viti stöðu sína og ger ekki lítið úr sjálfri sér og telji þessa manneskju eða hina manneskjuna einhvern veginn yfir sig hafi einhvað vegna þess að hún er svo ofurandleg. Þetta ofurandlega fólk, það er ekki til. Þetta ofurandlega fólk, það getur þá bara verið þú og það getur verið ég, ef við viljum taka þannig til orða. Ég vil bara vera konur úr Hafnarfirði og ég trúi á Jesú Kristó. Það hefur hingað til gagnast mér bara ágætlega. Eins og ég hef oft sagt og ég stend við þá og ég kalla Drottinn mér til vitnis. Mér hefur ekkert hlekkst neitt svoleiðis á að maður geti ekki horfst í augu við hvaða mann sem er. Bara Drottinn hefur verndað þennan mann vegna þess að hann hefur verið þannig með sína trú að hún er bara í lagi. Þetta var ákvörðun manni sem ég tók bara leið og ég vissi hvað ég hefði fengið og áttaði mig á hvað þetta var. Ég sagði, ég vil ekki sleppa þessu fyrir nokkurn pening. Bara alls ekki, ég vil ganga með þetta svo lengi sem ég lifi og ég er ennþá lifandi. Hvenær ég fer veit Guð, allavega er ég ekki farin enn. Og ég sé ekki annan að það muni, ég er reyndar svo sem ekkert það mál að segja. En ég vil nota tíman minn í þágu Drottins. Ég hef hingað til nota tíman minn í þágu Drottins og ég gengið út í kollin minni sem þú veist kannski að ég er þessi og ég ger ýmislegt annað sem ég tel vera líka ángi af minni köllun. Köllun manna, hún getur alveg verið meir en eitt. En þó held ég að köllun manna sé svona ángi hvoru af öðru. Eins og þú veist kannski og líklega veist að þá skrifa ég mikið. Fyrir mér er það að skrifa og tala ekkert ósvipað meðal, ef svo má segja. Mér finnst þetta að vera sama. Mér gengur bæði vel að tala og mér gengur einkar vel að skrifa. Þetta er svona svipað en þetta er auðvitað sitt hvort formið og öðruvísi form og bæði eru fyrir mér mjög skemmtileg. Og vegna þess að þetta er köllin mín, þetta er gjöfin sem Guð gaf mér. Og þegar við göngum fram í gjöfina sem Guð gefur okkur, þá verður verkið bara einfallega skemmtilegt. Það verður áhugavert.
og það verður eitthvað sem þú vilt leggja stund á og leggja rækt við. En það er algjörlega undir þér komið hvort að þú farir þessa leið. Og þarna komum við aftur að staðfestingun það, mikilvægi þess að vita hver maður er í Guði. Ég til að mynda er í þeirri aðstöðu að þú veist ekkert hvað ég er að gera í raun og veru. Ég sést aldrei fram á gangi, segjum það, og hvað er Konni, hvað er ekki þunglindi núna? Konni er ekki þunglindi, hann er bara að vinna. Vinnu sem þú veist ekkert um. Drottinn sér þessa vinnu. Hann hefur ekki dregið mér neitt frá henni. Ef hann vill þá má hann það, ég er margbúinn að segja honum það. Hann hefur ekki viljað það ennþá. Þegar ég til að mynda var í COVID-inu, var svona að ná mér upp eftir því ég var ekki komin heim, þá fór ég að veltaði fyrir mér, býttu við, er ekki komin tími á umsnúningi í mínu lífi? Er ekki best bara að leggja þetta allt til hliðar og athuga hvað Drottinn, hvort hann vilji bara ekki gera eitthvað annað með mig? Þá sagði hann við mig, Konráð, ég hef ekki ennþá tekið köllunina frá þér. Og það merkti bara það, farðu bara þegar þú ert orðinn góður og haltu áfram með það sem þú hefur verið að gera. Og það var einmitt niðurstaðan, að ég hélt bara áfram með það sem ég var að gera, en ég velti ýmsu fyrir mér. En ég fann ekki að Guð væri neitt að kalla mig í neitt annað. Og hér er ég, á stað sem að þú líklega hefur nú séð einhvern tímann áður. Og ég reikna með að þér falli þetta vel, sem að hér er verið að gera. Umfram allt kannski heillastu af þessu úthaldi mannsins. Ég man eftir því að mér þótti nú ósköp vænt það, að það var mörg ára síðan að það kom til mín, hann var nú, blessaði kallinn, var nú svolítið að drekka, átti vandræði með það, hann sagði, ég sé það, ég er nú búinn að fylgjast með þér í svolítið tíma, ég sé að þú heldur alltaf áfram, það er alveg sama hvað gengur á. Ég bara horfði nú á manni, ég hafði aldrei velt þessu fyrir mér. Svo fannst mér ósköp vænt þessu orð, því þetta er það sem hefur gerst, það hefur alltaf haldið áfram. Akkur held ég alltaf áfram? Þessi Drottinn vill að ég haldi áfram og ég meðtek þessi orð að halda áfram. Þannig að það hefur aldrei verið nein uppgjöf í mínu hjarta. Ekki með Guði, það bara er aldeilis ekki neitt slíkt í gangi hvað Drottinn varðar. Ég vil hvetja fólk. Ég vil ekki leggja byrðar á það. Ég vil segja fólki sannleikann. Ég vil leiðrétta fólk sem er ekki á réttum stað og það er minn réttur og það er vilji Guðs. Þannig að við þurfum að vita hver köllinin okkar er og hann gefur okkur djörfung líka, við segjum, tölum í sannleika og tölum í kærleika, en svo eru bara viðbrögðin þau sem þið eru. Það er ekkert allir inn á þessari línu og það er ekkert allir sem vilja heyra sannleikan sjálfan sig, þau vilja fá hrósið og klappa kollin sín fallega, gráa, eins og hjá mér. Þau vilja ekki heyra sannleikan. Það er svona einn ljóður á ráð okkar manna hvað við erum ófuss til þess að heyra sannleikan þegar hann kemur. Hvernig ráðum við bót á þessu? Við ráðum ekki bót á neinu. Við hins vegar leyfum bara Drottni að vera Guði. Þá eins og við vorum að tala og hefur verið svona þema svolítið í gegnum þessa kennslu og þessa ræðu, að við leyfum bara Guði að ráða. Ég hef engin ráð, en ég þjóna honum sem hefur öll ráð og það er gott. Þess vegna erum við alltaf að benda á Jesú. Við bendum á sjálfum okkur sem þess vegna bara auma þjóna. Endalaus undanskot og ég veit ekki hvað, þetta er það sem blundar í okkur öllum því miður alltof oft. Það er nú heldur betur blundað í mér og ég oft er að slást við þetta. Ég er bara maður og Drottinn veit af þessu. Hann veit að Konur Hafnarfirði gerir þú alltaf það sem hann ætlast sér til af honum. Og það líkar honum vel. En hann veit líka að Konur Hafnarfirði er ekki einn fullkomni maður. Hann er ekkert að fjargviðrast út af því. En hann veit að hann er nokkuð segur í þessu öllu saman. Ekki af því hann er Konur Hafnarfirði. Heldur að því hann elskar Jesús. Það er þetta sem við þurfum. Við þurfum að elska Jesús. Þá er eiginlega alveg saman þótt þú sért ekki Konur Hafnarfirði. Þú ert samt úthaldsgóður og segur í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. Af því að Drottinn er þinn kraftur. Og þú hefur byggt húsið þitt á bjargi og hve mörg
flóð hafa komið á þetta hús og þennan klett. Já, kannski hefur ekki tölu á þeim. En það stendur enn og er alltaf eins og nýtt. Af hverju? Að þú byggðir það samkvæmt vilja Guðs, eða leyfðir honum sem að byggja það, koma því upp með þér. Og það er svo sterkt og það er bara, já, það getur ekkert farið neitt. Það er ekki hægt. Frekar en neitt annað sem Drottinn hefur byggt. Það getur ekki farið neitt. Hann byggði trúna í þér. Er hún að fara? Ég lít svo að svo sé ekki. Og ef það er komin einhver brestur í hana, þá býði Drottinn að setja efnið þau á brestin sem gerir, já, þetta aftur heilt. Hann er færið það. Ég hef engin ráð. Ég get bara beðið inn í þetta og ég má trúa því að því ég bað Drottinum sem heyrir bænir að hann muni gera þetta og ég trúi því að hann muni gera það. Svona trú hefur hann oft gefið mér. Svona einfalda, kannski barnalega trú, en trú sem ég hef aldrei orðið fyrir vonbrigðum með. Þess vegna er ég til að mynda ekki maðurinn sem að biðja og biðja. Ég er ekkert að segja hvað þú átt að gera. Þú mátt alveg gera þetta eins og þú vilt. En ég er ekki mikið fyrir það að biðja bæn í eitthvað nema einu sinni. Og stundum ætla ég að fara að biðja bæn sama efni og þá er ég bara myndur að Konráð, þú ert búin að biðja fyrir þessu. Og hvað er verið að segja mér? Treystu Guði. Hann heyrir bænir. Og það sem hann heyrir og ætlar að gera, gleymir hann heldur ekki. Það kemur, kannski ekki á mínum tíma, en það kemur. Og þetta er eitt af því sem trúarvitundin okkar vill alveg skilyrðislaust að við staðfestum með okkur sjálfum. Þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera. Við erum að undirbyggja í okkur það að við verðum þetta fólk sem staðfestum orð Guðs og trúum orðið Guðs og treystum því sem hann er að segja og gera og förum eftir því. Þess vegna hef ég staðið með því oftar en eins og ég kann vel við það sjálfur. Ég er ekkert að banna þér neitt. Ég vil helst ekki og geri það held ég bara aldrei að biðja hann einu sinni fyrir einhverju bænarefni. En það er bara blundar í hjarta mínu, en ég er ekkert að tala út og tönnlast á því alveg út í eitt. Þegar Guð heyrir. Þú þarft ekkert að minna hann á neitt. Og ég vil trúa þessu. Þetta finnst mér bara mjög notaleg og þægileg trú og ég deili þessu með þér því að kannski ert þú manneskjan sem hefur aldrei leitt hugan að þessu að Drottinn heyri og það sem hann heyri það gleymir hann heldur ekki. En það er tími hans á öllu og ég hef alltaf trúað þessu og gengið svolítið út á þetta og þess vegna segi ég það að ég er ekki, ég það er langt síðan og bara eiginlega aldrei hef beðið tvisar, þrisar fyrir kannski tvisar í einhverju tilvikum yfirleitt biði ég ekki nema einu sinni. Þetta er náttúrulega svakaleg kærleik sem Konráð minn og þú sér úr Hafnarfirði. Ég kannski er það vegna þess að þú ert úr Hafnarfirði, segirðu. Það er allt í lagi, þú mátt alveg segja hvað sem þú vilt. En þetta er það sem ég hef nú gert og þetta er svona, ég veit það ekki. En stundum finnst mér ég hafa bara ósköp einfalda trú. Mér líkar sjálfum vel við það að vera með einfalda trú og ég kenni þessa einfaldu trú og hvet menn til þess að hafa hana vegna þess að það er svo mörg flækjustig í gangi. Akkur haldið þessi ruglingur sé að koma upp á meðal okkur og inn í svefnum vegna þess að flækjustigin eru svo mörg. Akkurju? Að því allur einfaldleiki er horfinn. Akkurju? Eins og vorum að tala um líka og þetta held ég að við getum verið sammála um. Það er svo margt í gangi, það er svo margt sem er kennt. Ekkert allt úr Biblíunni, en það er kennt og jafnum eitthvað sem menn taka. Menn er að rugla gamla sáttmála saman við nýja og Drottinn segir gamla sáttmála, hann er úreltur. Eftir að nýi er komin inn þá úreldist hinn og sem merkir hvað? Ja, þetta nýja er bara það sem gildir. Hvað segir það? Já, það er gott að vita hvað hann segir og ég hveti til að vita það, en þú þarft ekkert endilega að vita hvað hinn er að segja. Þetta máttu alveg kynna það eins og þú vilt og þú getur notað fullt af orðum úr gamla sáttmála sem eru gulls í gild og fara aldrei. Við sjáum til dæmis með orðskviðin og sálmana til að mynda orðskviðin, þetta eru alveg gullvægar setningar og eins með það sem að Salomón skrifaði predikarinn og það er margt þar sem eru gullsetningar.
sem að við getum alveg notað og notum og nýtum og lærum af. En margt er samt eða sko samt tala drottinu að þetta sé úrelt. Þannig við þurfum ekkert að vera undir kvöðun til að mynda Ísraelsmanna sem að fengu lögmálsbókina en gátu ekki farið eftir lögmálinu vegna þess að það var svo strangt. Við þurfum ekkert að pæla neitt í þessu. Drottin er bara minn herra. Hann hefur orð Guðs. Nýja testamentið. Þar er þetta allt saman. Hann segir, þar stendur til að mynda byrði mín sér létt. En byrði lögmálsins sem var þung og var svo þung að það gat engin maður borið það. Jesú nafni, en ég er eiginlega búinn að gleyma mér. Hvað er klukkan? Nú er nú svona margt. Þá stoppum við og hlöðum batteríið og þökkum Drottni fyrir það að hann gefur okkur tíma og hann er komið með okkur í land. Hann er enn í skutt og ég sé að báturinn er alveg við það bara að renna upp í fjöruna og þá var það búið í dag hjá okkur og núna bara kveðjum við í Jesú nafni.